Komin. Gæðlega komin. Nei, þú veit ekki sett fyrir það stið. Já, þetta kannski hvað Ég held að þú ætlar að segja eitthvað. Nei, sko, þetta þóttu 70 eitthvað, ég veit ekki alveg núna. 72 held ég frekar. Gæti verið að segja, við gerðum ekki þetta síðan segja eitthvað. Já, það var bara, ég var í fermingu, Vargmundur Ólafur fóruveikir. Já, og þannig að það var ekki þáttur fyrir mér. En það þáttur þetta er Úlfur, hann gráðinn. Já. Sko, ég náttúrulega svo sem hann gráðinn. Ég gráða núna, ég karate gráðinn. Ég las ekki að veitast. En, já, þetta þáttur 70 eitthvað. Það komin í hljóð, ekki? Það komin í hljóð. Já. Hlustum á þig. Hvaða hljóð þetta? Það viltu ekki hlusta með þig? Jú, þetta, já. En nei, hvað hljóð þetta? Já, núna. En við byrjum með þetta á, þetta er klassik. Þetta er Ólafur. Ég er riddarinn ólegi. Já, og... Vá. Er það bara þetta? Já. Þetta er svona 8. Þetta er brittanska talent. Heldur það? Já, ég held það. Og eitthvað ríkt þetta? Ekkert. Þetta er óvart. Skemmtileg hljóð. Já, þetta er það. Skemmtileg hljóð. Ég ætlaði að byrja Skemmtileg að segja frá hljóð. henni mjög athyglisverðu uppákomu. Já, það var það. Það er verkefni í skólanum hjá mér sem er að fjalla hljómsveit að tónlistarmann. Já. Og gera hann skil. Og ég valdi hljómsveitina Hljóma. Hljómarnir. Ég er ekki alltaf búin að skilja skilja sko. Og þess að ég er hérna við þess að ég sendi skilja á Gunnar Þórðarsson sem var bara aðal maður hljóm sem er hérna á lífi og sem að gera líka mikið aðal og ég sendi hann skilja á spurði hann okkur spurningu, getur þú svarað spurningu og messinir og ég var að byrja þess að ég gæti svaraði mér en þetta er eitthvað ég held að þetta var ekki alvöru með Gunnar því að ég held að þetta sé eitthvað hakkari sem braust inn á aflíkinu hans var að svara mér og sem mér finnst bara mjög ólíkt því ég held bara að Gunnar Þórðarsson þannig að hann setti því hérna Happy Friday, good morning I have gift eitthvað love you, have a great day eitthvað blómi í bakgrunum Sendi þetta aftur setti þetta aftur og síðan set the quick reaction to svona kissi emoji ég bara þetta er eitthvað sexbot eitthvað brettir hann líka svona party emoji ég bara held að þetta sé ekki alveg með Gunnar Þórðarsson ég minnst það vera mjög líklegt Þetta er eitthvað óvart ég trú ekki, ég veit það mikið líklega en hefur ætlað að setja þetta á systur sína eða eitthvað Akkur, ég held að hann sé alveg svo góð með tekníku setti quick reaction to svona kissi emoji ég held að þetta er eitthvað típis eitthvað brystamagning Kannski þetta gamall aðgangur sem er hakkaður hann var samt eitthvað hann var síðan að setja inn hérna í febrúar kannski var hann hakkaður í mars gætir að vera sko þetta er samt einu aðgangur hans og ég veit ekki alveg hvað ég mikið sko en ég það er alveg að skilja saklega mig þannig ég held að ég get ekki hirt ég með Gunnar já þetta er alveg hann hefur verið hakkaður vel Það er bara Gunnar Þórðarsson já Gunni Þór Gunni Þó Gunni Þó Gunnar Þó en við náðum ekki að gera þáttum söngkeppni evrópska sjónvarpsins eins og fólk var að binda vonar við og það var fengið mikið að tala upp á sem Þú kemur frá Króatíu Ég kemur frá Finnlandi já og Króatíu er enda líka eitthvað en aðeins Finnlandi já og Íslandi þetta já Má ekki glemma maður verið að halda með Íslandi alltaf nema þegar einhver
Ari Jónsson, hvað hérna aftur, þú veist, og Ari Ólafs. Ari Ólafs. Þú kaust hann samt í söngkeppni, sko manni. Nei. Ég man eftir við horfðum á keppnina heima hjá Magnúsi Sigurði Jónassoni. Nei, Erlendur. Ég man við horfðum á úrslitin með Magga. Ég man að þú kaust hann. Nei. Ég man mjög vel eftir. Ég var ekki að þau úrslit Erlendur. Ég man mjög vel eftir þessi. Þetta var Erlendur, ég fór þú það fyrst ég verið. Einu úrslitin sem ég man eftir að horfa með Magga var heima hjá Magga þegar Svala Björgvins kom það fram. Já, alveg. Það var eina skipti sem ég horfði með Magga og ég man bara það var þetta Maggi kaus Svala Björgvins. Já. Í stað fyrir hver aftur keppa mótunum? Daði. Já, manna, það var ekki mjög glemulegt þetta. Hvað var Daði? Held ég sem Já, var keppa Daði, mótunum. alveg. Keppa mótunum henni minni. Já, Daði. Og Maggi vildi fyrir eitthvað senda ykkur að konu með pappir eitthvað. Í hvað sæti lenti hún aftur? Hvað er ekki svona áfram? Hún kom með þessi áfram. Ég held að hann alltaf að sé þetta eitthvað. Nei, en veitir endur að Ari Ólafs lenti seinasta sæti og ég man ekki hver var þetta eitthvað giant steps á undan henni. Small steps, eitthvað með skref að gera sem var undan aðra sem lenti líka í seinasta sæti. Það gerir Ísland örugglega eitt af fyrstu löndunum til að lenda í seinasta sæti í 2 skipti í röð. Já. Þeir hafa náttúrulega verið alveg bestir sem En síðan 2019 það kom Hatari með frábæra lagið sitt í 10. sæti og síðan 2020 og 2021 kom Daði með 10 years eftir 4. sæti og síðan þá kom Eisistur 2022 23. sæti. Þú manst bara allt. Ég manst það. En ég var að veikja, mér fannst að Instagram-markingurinn hjá hann og Putin vera svolítið óviðandi. Segir ekki. Nei. Hvað er hann setinn? Nei, þetta hérna. Hann bara setið þetta. Ó já, þetta er ekki alveg um Putin. Já, ertu viss? Já. Ertu viss að þetta ekki hann? Sko, þarna er einhver maður sem þykist vera Putin. Þetta er hans Bumblebee-dansinn. Þetta er alveg... Og þarna er Joe Biden. Það er mjög lélega aftur að hefna af Joe Biden. Þetta er bara... Hvað? Þannig. Af hverju? Já. Bara ég skilja nokkar að þetta er rosalega skrítið. Já, það er endar það. Joe Biden alltaf mann. Bara, hvað er það? Ég veit ekki hvað Arnmundur er á. Nei, þetta er eitthvað mjög skrítið. Þannig að unfollow Putin. Simple Putin heitir hann, ansverðan. En Montana. Montana, fylki í Bandaríkjunum. Já. Er búið að banna TikTok. Er fullt allt. Og það eru ykkur fræði TikTokara sem búið í Montana? Nei, það er líka svona 3 mann sem búið þarna. Já, og hefur eitthvað verið á TikTok? Hæ? Hefur eitthvað verið á TikTok? Ekki ein mannskja, ein 12 ára stelpa. Hún hafði 4 fylgjendur og fyrst að 2 myndböndum sem fengur bæði 2 áhrif. Þannig að ég held að það sé ekkert mikið missur þar. En hvað er ykkur önnur fylgdi bara að banna það? Nei, bara Montana held ég. Ég er ekki búin að heyra neina með þeim. En ég menna, það verður örugglega alveg ekki með gott fyrir TikTok ef að öll Bandaríkjunum að banna. Já. Og þú segir ekki. Stór hlut, eiginlega bara flesti sem ég örugglega að fylgja eru frá Bandaríkjunum. Myndi ég halda það, ég veit það ekkert. Það er líka mjög mikið fyrir þú ert follow þess að 4500 manns. Já, ég sá alltaf eitthvað sem marga. Ég fór að 34 manns held ég sko. Mjög mikið þessu fólki ég alveg ekki að followa. Bara símann followa fyrir mig. Já, ég er að followa svona 30 manns. Já, þetta er 5701 manns. Og ég er örugglega að followið örugglega svona 30 þeirra. Ég hef followað 200 þeirra að sjálfsögða mér en hitt bara manni ekkert eftir áfyllt. Sko. Ég er að followa 30 manns slétt. Já. Það er mjög mikið fólk sem er að followa 10.000. Ég ætla ekki að followa. Ég er ágætt með það. Þess að ég fer inn í follow, ég man ekkert eftir að followa mikið. Ég man eftir öllu þessu fólki. Svo þeir sittir enda ekki mikið inn lengur. Já. Ég veit ekki hvað það er. Ég er með fleiri followera en ég er með að followa. Já.
Herri, ég reyndar að followa sko Sparrow Kringlan. Sparrow Kringlan. Ég man eftir að followa það. Má ég við ekki neitt? Má ég við ekki neitt, Hermundur? Já. Ég var aldrei borðað á kúmun. Nó. Ég var aldrei borðað þarna. Ég kom með það einu sinni og ég leppaði bara í gegn. Ég hef borðað þarna einu sinni. Hvað fannst þér? Þú veist, þetta er... Var það ekki Sparrow? Ég aðeins byrjaðar að... Já, ég bara svara svo. Ég aðeins byrjaðar að venja þess að... Þetta er bara svo ólitrið, þú veist. Það er logoðan á stöðum mér ekki. Það er bara svona hvítur... Eða svartu text sem að hvítan bara sendur bara nöfnum á stöðunum. En Stjörnutorg... Núna er sko skilti hjá Stjörnutorgi komin á Stjörnuvöllin. Samsung-völlin í Garðabæ fyrir stjörnuna. Í Jarnanna. En svo, ég man ekkert eftir að followa hvern Danny Púvals. Hver er þetta? Ég held að það var að segja Danny Púti. Danny Púti? Nei. Community. Hann er örugglega ekki með þetta. Ég man ekkert eftir að fylta sem hann. Núna þarf ég að vita, er Danny Púti með? Ég ætla að kíkja. Já, en ef Community frábær þættir. Þú horfður alltaf þetta hvað 7 dögum eða eitthvað? Ekki 7 dögum. Allavega mjög sendið. Users Danny Púti er ekki með aðgang. Það kemur ekki mjög rætt sko. Hvað með all hini? Vetnik, Hól, Brown. Ég var kannski Ken Jeong. Já, hann er svona típan til þátt eitthvað. Já, Ken Jeong. En ég veit ekki alveg meina sko. Ok. Chevy Chase, hann er með þetta. Chevy Chase með þetta. Hann er alveg með þetta. Ég veit ekki alveg. Ken Jeong. Hann er með aðgang. Hann er verified með það. Hvað, Ken Jeong? Já, Ken Jeong. Hvað með Jim Rush? Ekki Jim Rush. En já, þetta er rosalega skemmtileg þættir og ég mæli með þeim. Já. Þeir eru nefnilega æðislegir. Og ég ætla að segja eitthvað. Kíkti ég að sjá líka. Joel McHale, hann er líka með. Aha. Já. Já. Er það ekki brjála? Andrús, þið finnst þetta ekki náðu áhuga? Jú, mér finnst það lágast. Og þið finnst það ekkert áhuga? Jú, mér finnst það lágast. Er það það? Já. En að Joel McHale, hann átti að leika í bandarísku remake á The IT Crowd sem var kannski lág. Ég veit. Bara, af hverju myndi það gera? Það er spurning. Já, þú veist, eins og þið bandaríki þarf alltaf að stela frá mér, þú veist. Þið gera endurgerð The Office. Gera endurgerð, þú veist. Það er gert endurgerð alveg. Bara þetta... Þið þurfa hætti sem bara búa til þeirra eigin hluti. Þið þurfa hætti að stela frá þeirra. Alltaf líka að endurgera myndum frá öðrum landum. Þú veist, bandaríkin ætla að gera endurgera nætuvættina. En þetta við það vandarlega. Já, svo sannarlega. Nei, ég er ekki grínur, sko. Þú veist ekki hver verða það. Það var, ég er með sannur, þið ætlu að endurgera nætuvættina. Mér sýnist að eina fólki, Chevy Chase. Já. Og Joel McHale. Hvað, er Dan Harmon? Með aðgang, hann er ekki leikar. Er hann ekki... Og leikar Ken Jeong, kannski. Já. Dan Harmon, hann er með not that Dan Harmon, ok. Einhver annar Dan Harmon. Já. Jú, ég ætti að kíkja á Donald Glover. Nei, enginn. Nei. Af þessum nema Chevy Chase og Joel McHale og Ken Jeong. Kíktu. Já. Betty White var í Community. Aha. Já, þú hefur ekki áhuga einar, Það er svo hérna nætuvættir endurgerð í USA, fréttarúf frá 19. janúar 2010. Já, ok. Þetta er gerst það gerst það. Já, Fox ætlaði að sýna þetta bara. Fox, já, það er grútt Fox, þetta er bara einn af stærstu, þetta er svona top 3 stærsta bandaríska sjónvarp. Hvað er ekki? Fox, NBC og PBS. PBS? Já. Eru þeir svo sem? Ég er alveg Ég svo. verið svona CBS aldrei. Nei, ég segi PBS. Ja, CBS líka með svo. Largest Broadcasting Company Og ABC líka, hún líka með svo. ABC. Og HBO líka. Og Abma. Er eitthvað annað sort? Largest Broadcasting Hvað, ég er ekki NBC. Companies. Þetta er NBC, CBS. Paramount, Disney, Dish Network, CBS,
AT&T, Fox, Warner Bros, Fox aftur, News Corp, Gannett, Sony. Já, þessu svona sérstaklega sko. Brjálað. Já, brjálað. Jálað. Núna HBO Max, breytist í Max. Hvað? Og, já, þannig að þau, nei, ég alveg HBO Max núna breytist í Max. Hvað, það bara því breyta nafnu eða eitthvað? Það breyta nafnu í Max. Þegar þetta HBO, þannig þetta núna Max. Og það eru fleiri streaming. Við sjóum Netflix, breyta nafnu sinni í N. Hvað annar það? Nei, bara N. Já, og líka það eru fleiri. Viltu N og chill? Vist maður að segja þannig? Sko, það eru svona fleiri sem þess að fara að breyta. En svo Disney Plus, þetta núna bara Plus. Það er svona að droppa svona fyrir hlutur af. Peacock. Þetta bara kokk. Já. Þetta er áhvert. Já. Mér líst best á Netflix breytinguna. Þess að það heita núna bara N. Og það merkið að það segir bara N. Þannig ætti bara að heita N. Já, þetta Þannig núna, í staðan fyrir að segja Netflix og segja chill, þá segir maður N og chill. Já, þetta er áhvert, sko. En sko, ástæðan fyrir að breytast í Max þegar saminast einhverja annar streaming þetta eitthvað. Discovery Plus. Já, Discovery. Já, hver er ekki svona Discovery? Er það ekki eins og National Geographic? Hljómar svona National Geographic. Hvað er þetta ekki frálega? Ég elska merkið. Hér National Geographic. National Geographic er maður æðislegt merki. Já. Bara svona gul og kassi. Já. Og svo gott. Svo auðþekkjarlegt merki. Sko, vegna þess að Disney Plus, þeir eru með Disney, Pixar, Marvel, Star Wars og þú veist líka alltaf með þessi Fox og ABC. Og auðvitað allt Disney efnið. Síðan eru með National Geographic. Er ykkur að horfa National Geographic efni á Disney Plus? Miðaldra mömmur sem keyptu þetta fyrir. Já. Síðan þeir ætla að horfa á Mulan 20 sinnum í röð. Já, Nei, ég veit ekki, ég er líka að dissa Mulan. Ég veit ekki, ég held að ég hef ekki hort á Mulan. En það er ekki eitthvað krakki eitthvað með hestum eða eitthvað. Það er hestar í myndin, örgla. Og eitthvað krakki eitthvað. Ung stelpa held ég. Ekki ung stelpa. Er það myndin sem að Rósen Hestatippi 2 var að byrta myndin? Nei, það var Villibráð. Nei, ég maður ekki hvað myndin heitir. Eitthvað Spirit, já. Já, Spirit. Úlfur var alltaf að horfa á það myndin. Ég hef hort á hana. Og var Hestatippi 2 í myndina? Nei. Nei, ok. Góður ráð. Þetta kíkja á hana. Ég ætla að kíkja á hana núna. Kannski ég má það hana. Var ekki. Skrifa mig upp svo Ég líka. mæli með að hlustendur fara á þarna Hestatippi 2. Hvað er Úlfur? Ha? Hvað heldur að Úlfur sé að gera einmitt núna? Hann er að gera eitthvað kung fu spark. Hann Hann er er karate. 99 subscribers. Þetta breytir mig upp Hún kostar 3 vídeo. Eitt er á eitthvað Bewis and Butthead Jersey sem er alveg svona. En allavega, hérna er eitthvað, ég fæ aldrei að ríða þær. Svila það. Það er ekki mér auglýsing. Merge Dragons. Hvað er það? Ég veit ekki fyrir mig. Þú er svo svona hliðin yfir öllu sem sé. Hérna er þetta. Spild. Ég fæ aldrei að ríða þér þetta. Vá. Þetta fekk 80.000 áhorf, 100 like. Postað 7. febrúar 2012 og 20 komment og ég ætla að lesa hérna. LOL, ég sýndi mömmu þetta, hún bara býttu hvaða dónar eru þetta, XD. LOL, reyndi það sama, mamma var blá í framan. Fyrir að sína mömmu sinna þetta. Fyrir kannar mamma, sjá þetta fyndna mynd. Það voru bara að gefa svona reaction-vídeos eitthvað, svona, sína mömmu sinna. Moms react. Hérna er annað. Í dag mun ég ríða þér. Hvað er svo betra uppröðinlega setna vinnbandið? Mér var setna hérna að vera hans betra. Mér fannst fyrsta fyrir betra. Þetta fekk 84.000 áhorf. Hann fekk þetta meira. 150 like. Postað 7. febrúar 2012 saman dagurum og hérna er eitthvað, það eru 40 komment. Eitt er að fara á hestbak er einnig möguleiki. Ég er svona aldrei eitthvað notað í kynferðislega meiningu en það ætti að vera minni líkur á miskilningi.
Já. Og nýjast komandi fyrir 6 mánuðum, það sem að aðgangurinn Sian SpaceX skrifaði A. Bara eitt A. Nei, bara AH. AH. Bara A. Eins og AH með engu A í lokin. Já. Og Patrik 69 skrifaði besta vídeo á YouTube fyrir 4 mánuðum síðan. Er það næst Ég nýjasta? ætla að prófa að kíkja á aðgangurinn á Patrik 69. Patrik 69. Hann er að subscribe á PlayStation og eiginlega ekkert á PewDiePie. Og ekkert annað? Nei, eiginlega ekki svo. Og hann er með playlista sem heitir Auði og Sveppi. Sem er bara vídeo Auði og Sveppa. Vá. Bróla. Ég ætla að subscribe hann Patrik 69. Og prófílmyndir hans er eitthvað 40 maður að taka selfie með Peter Griffin. Það maður hjá. Já. Það. Þjóðlíkamestari Patrik 69. Og ég ætla að Patrikur. Þá erum við með smá svona, já. Já, Patrik. Bara áfram þú, hvað sem þetta gera, ég veit ekki fyrir það, en að halda áfram að gera góður hluti eins og þetta gera, ég held að þetta gera góður hluti. Já. Örugglega. Vondi. Og enda eftir ekki, síst, morðingi. Kannski er það bara morðingi. Kannski er þetta þarna rauðegarðismálið. Gefa Patrik 69. Gæti að vera, sko, ég ætla ekki út að luka neitt. Hvað veit? Patrik 69 út að gera góð hluti, nema þú ert að gera vandhluti, það ert að gera vandhluti. Já, það er svo einfalt það. Það er bara, já. Já, það er þannig. 21 mínútur og 35 sekundur. Ég ætla að fara að leita eitthvað einn aðra á YouTube, en ég manni hvað það. Já, ef ég hætti að YouTube bara myndir þetta hlaðvarp. Já, ekki sjálfsættur. Ég skal hætta hérna. Ég ætla bara að enda þáttinn. Já, þetta verður bara 20 myndir í það, vegna þess að eitthvað, ég skal. Bara spauga. Já, svona bara glens, bara grín, bara spaug, bara bara, ég veit ekki. En já, við ætlum að hætta þáttinn, við ætlum að taka pásu sem maður frá að tala. Og það, við ætlum að minna á að styrtaralinn okkar Prikið. Já. Er til. Prikið, takk fyrir styrkjættin okkar. Frábær staður. Og það er hornin á Bankasæti og Ingólfsæti. Og mikið fólki hefur allt þar enni í tíðana. Já, með okkur okkar þakka Prikinu. Þið getur séð meira upplýsingar á prikið.is. Þannig að Prikið, takk fyrir. Og passi ykkur á ælunni. Já, nei, ekki. Þið báðu ykkur að nefna æluna. Ok, ég held ekki enn. Þá þakku við Prikinu fyrir að styrkja Karla Kofan og gera þetta mögulegt. Já. Takk Prikið. Ef að Prikið með fara þessum, þá fyrir Karla Kofan þessum. Því að við nefnum ekki gera annars að Prikið borgar okkur penning. Það er mér. Þannig að Prikið halda áfram svos ykkur ef við vorum að hætta. Það er mér. Já. Það er bara þannig. Prikið. Áfram Prikið. Prikið. Þau þurfa að standa sig betur. Það ekki. Nei, ég segi ekki svona styrtar Þau ekki að borga okkur aðeins menna. Nei. Við erum að fá borga, sko. Ég er ekki að byrja mikið, bara 20 skallið var það ekki. Hversu mikið er það að borga ykkur? Já, við skulum ekki tala um þetta. Nei, við skulum ekki tala um fjármálið. Það er ekki mjög skemmtilegt. Nei, þetta er ekki mjög skemmtilegt. Þau flestum morgundur tala. Þau er ekki að borga ykkur eitthvað sérstaklega mikið, svo mættulega borga ykkur aðeins. Já, nefndu, það vorum við að segja. Við vorum að tala um að við nú hætta og þú heldur. Já. En það er ýmislegt í fréttum. Það er ýmislegt í fréttum, eins og það er alltaf. Það er leiðtogafundurinn. Já, leiðtogafundurinn og forseti inn í Noregi. Hann fór bara í Sundhöllina. Já. Og það var ekki fréttakona frá norska ríkisstjórninni sem bara að taka viðtalan í gömlu pottanum í Sundhöllina. Já. Hann fekk bara sætið og kom okkur fréttakona. Þú veit í Sundi? Jó. Og Emmanuel Macron frá Þingvelli. Já. Katrín Jakobsdóttir var að flissa með fasistum. Hvað finnst þetta maður? Já. Ítalska. Já, ítalska náttúrulega. Hún er svona verið þraukuð fyrir að vera fasisti. Og hún og Katrín voru eitthvað að spauga saman og voru eitthvað að grínast. Það var allir að Twitter eitthvað. Hún er að flissa með fasistum. Katrín Jakobsdóttir er fasisti. Það er allir alveg brjálaða núna. Hvað annað í fréttum minna? Það er sem Marín sem alltaf að hlaupa, ég veit ekki hvað það er.
Þorleifur í góðu málum en Mari í basli, ok. Já, hver þessi Marín frá Dominus? Þetta Mari. Mari, hver Mari frá Dominus? Ég veit ekki hversu því þetta bara stærsta. Af hverju hún að vinna hjá Dominus og eitthvað hlaup í Þýskalandi? Ég skil ekki neitt þetta. Hún frétt í morgun, ég veit ekki hvað það Meta í samkeppni við Twitter. Já, þau ætla að opna eitthvað nýjan miðal eitthvað. Klassík dönsk hönnun í bland við nýja í parhúsi í Garðabæ. Svo þetta Mari að hlaupa. Þú veist hvað það? Ég veit ekki hvað það Já. Ég kom að segja það. Ég er eitthvað úrslutsölu í Garðabæ. Já. Sóttu fótbrotinn sjómann út á Snæfellsnesi. En svona Meta er svona að fara að opna sko nýjan samfélag sem það var alveg að Twitter í sumar. Það er orðamann sem það var að gera það bara. Ég skil ekki alveg af hverju þeir að fara að gera það. Bara af hverju þeir að gera samfélag sem er alveg að Twitter. Skammaðist sín fyrir að vera Íslendingur. Já, það var eitthvað flugvél, eitthvað hópur sem verður að bíða okkur flugvél í 40 klukkutíma. Þannig að það var eitthvað íslensk flugvél sem var eitthvað vesema. Og það er gerð skammað sín fyrir Uppbóls hlaðvörp íslenskra kvenna. Ég kíkti á þetta, karlakonur er ekki nefndur. Ég karlakonur ekki á þessu. Ég held að því nafni. Íslensk kona í Íslandi sem engin íslensk kona í Íslandi. Ég held að nafni sé vandamálið. Við erum ekki karlrempur. Allan ekki ég. En þannig að sko, vegna þess að við erum alltaf að tala um eitthvað, við erum ekki eins og, hvað heitir aftur heitt hlaðarpið? Karlaklúburinn. Já, mér man ekki, ég held að það sé alveg ekki karlrempurhlaðar. Það er eitthvað frétt á Vísi sem er bara eitthvað að segja eitthvað, ég veit ekki alveg hvað þetta er, sko. Ég held að þetta sé alveg ekki karlrempurhlaðar. Lorín, hvernig sem bara ber þetta fram. Hún var Eurovision og það er... Já, hún fór í Ædal, það ekki? Ég veit ekki, en það var... 2004 það var, en núna er fólk að tala um hvernig sigurlagið þannig gæti verið stólið. Og ég til í hvað sem er til að passa, hún vinn ekki. Ég hef ekkert á móti laginu, ég hef bara móti því að Finnland. Hvað heitir karlaklúburinn? Karlaklúburinn, já, það er ekki. Karla eitthvað. Karlaklúburinn, það er ekki. Nei, það er ekki Karl eitthvað. Karl Ágúst. Hvað við fáum ekki Karl Ágúst? Ha? Við þurfum að fá svona fræga Karla í þetta til okkar. Karl Ágúst, Karl. Já. Ég ætla að segja Stefán Karl. Hann er dáinn. Og ég mun segja Karl Sigvarts, hann er líka dáinn. Já, þetta er Karlaklúburinn. Það er Karlmennskan, það er annar líka. Sko, það er 3 hlaðarpir sem byrja á Karla. Karlakofinn, þú séð það hlaðarpirinn vel. Karlakofinn, Karlmennskan og Karlaklúburinn. Karlmennskan, það er ekki karlrempurhlaðvarp, mann ég Já, því held það, sko. En það er eitthvað karlmennsku hugmyndar og viðfóðum sem að startveldi Karla er til umfjöllunar. Ég veit ekki alveg. Og síðan er... Við vorum alltaf að tala um Karlaklúbbuna. Við vorum að tala um Karlaklúbbið, kakkabíu. Ég ætla bara að hlusta smá. Þið hafa ekki sett um þátt sem 2020, sko. Vá. Það er hlaður bara hægt, sko. Ef við spila, sem er búið til síðansættana, sem kom 13. Spila það í mikrofónu, sant? 2020. Ef við spila smá bútur þegar með þeim. Getur maður ekki að spila. Það er alltaf eitt hlaðarpina. Kannski var eitthvað sem við vorum að tala ítlum á. Við hlustum að skjóða þannig að ég held ég ætla að við þurfum að byggja það. Þú sagði að þú hlustar á það? Ég hlusta á eitthvað fyrstu eina mínúndina. Okay. Og ég man ekki alveg hérna að þetta er örgulega hvað hana. En ég hefði ekki að dæma svo flott. Ég við ekki nefnir sög. En kannski er það eitthvað, ég bara veit ekki um það. Ég ætla ekki að segja nátt um það. Og slutlis? Ég er hlutlis, já. Hlutlis? Já. Þátturinn verður hálfnar eftir nákvæmlega 1 mínútu núna. 50 í þessu, 58. Veistu þessu? En ég fór í afskurðslaug. Góðu laug. Já. Var ég búin að segja þessum þetta? Nei, þú ert ekki búin að segja þessum þetta. Mjög góð laug, með ekki svona gott úrval eða. Já. Það kvikti á varsljósan þín náttúr. Já. Það er svona, já, gott úrval. Það var pottur. Það var 2 pottar, einn heitar en annar. Kaldur pottur, einbað. Já. Innfrarauð sána, útiklefar, inniklefar, vaðlaug, leiklaug og stórlaug. Já. En samt allt útilaugar. Já. Innilaugar er líka alveg skemmtilegar. Ég man sko við vorum með svona hugmynd að gera heilan skjóðþótt sem gerðist í Áskarðslaug. Var í Áskarðslaug? Já. Ég veit ég alveg hvað svona Áskarðslaug bara
Var það ekki ásfallalaug? Það var, já, það var líka hugmynd að gera ásfallalaug. Það var líka hugmynd að gera áskarslag. Nei. Þetta var svona Þú lýgur. Ég er ekki að grina, sko. Þetta er fyrst skipti hjá mér þegar ég var komið í áskarslag. Kannski varst þú ekki með þessi bara. Það var alltaf ég, Maggi, manni og nokkað. Hafið þið farið saman í áskarslag, eða? Nei, við vorum bara eitthvað að ræða um eitthvað, kannski, sko, það var alltaf að gera 20 áskjörnum. Það var bara hvað við gerum heimilþátt. Að skjóðum sem ég gerði fyrir Sundlaug. Og við erum hvað með áskarslag. Já, áskarslag. Var ekki Bjarnarður sem Gunni Greinundur að leigja hann út? Jú, við vorum að spá að gera þátt. Áskarslag kom einhvern tímann leiðið til grana. Og við vorum að spá að leigja hann eitthvað fyrir einhvern þátt. Amriður, Já. þú nefnilega ætlaði einn svona að leigja Bjarnarður fyrir afmælið þitt eða Já, eitthvað. það var eitthvað, ég man ekki af hverju ég gerði það ekki. Það var eitthvað vissan með það. Það er eitthvað sem maður þarf að gera. Ég ætla ekki út að leika samt. Kannski man ég gera eitthvað með það. Það er skallast, það er þetta bara að leigja út Bjarnarður. Það er ekki að leigja út Sundlaug hlanna fyrir eitthvað afmæli og það. Þannig að já, það að leigja út Sundlaugar, það ætti að vera eitthvað sem er að gera maður. Já, þarna, síðan, hvaða laug myndið þú mest vilja leigja út? Ég var mest til að leigja út þarna bara, þú veist, að leigja út bara í hversu langan tíma? Veit ég að þetta heilan dag eða? Eitt kvöld. Eitt kvöld. Ég veit ekki alveg, sko. Hvað myndi þú alveg? Sundhöllin var æði. Já. Ég Laugardalslaug. Eða líka maður skengja hvað með Sundlaugin í Mosfellsbæ? Lágafellslaug. Já. Já, kannski rennubrautirnar. Já, það var rennubrautirnar, ég held að segja svona. Ég Sundlaug á Akureyri. Já. Það er alltaf svo mikið fólki þar þegar ég kem, mann á vetrarfríin. Já, það er alltaf ferrandi, sko. Ég fer aldrei rennubrautirnar því að það þarf að bíða í hálftíma í byrðu, sko. Það er spurning, það var gaman. Já. Sundlaugin á Akureyri. Já. Og bara hvað maður svona 20 manns fara í einu rennubraut? Ha? Hvað maður svona 20 manns fara bara í einu í rennubrautirnar? Það er hugmynd. Það er hugmynd, já. Já, Það er ekki eitthvað hugmynd til að vera hugmynd. Þú heldur að eitthvað sé að fara að stípla eitthvað? Hvað er það að 20 manns svona í röð bara Já, bara í röð, bara Því bara það konga línu svona svo ætlar að halda í extrinu. Það er saman í því. Það hefur svona einhver manneskja bara verið einhver manneskja í þingarkantina bara fest inn í rennubraut út af ofþyngd. Örugglega. Með Hvað er hvers það gert? Það er að skera inn í rennubrautuna. Þeim örugglega bara ítt út myndi ég halda. Það var bara það Já, það er örugglega fyrir. kemur einhver í rennubrautina, þú veist. Það er örugglega eitthvað svona sem bara Ég er bara tókað og ef ekki á bara rennubrautin tekinu sundur örugglega. Þetta er örugglega mjög. Vá, ég veit ekki alveg hvað maður gera, sko. Það er góð spurningar myndur. Þetta er ekki góð spurning. Kannski kemur þá meira fólk inni. Þannig að kemur þá okkur krakki á öxluna hjá Heyrðu, Kópavogslaug. Hvað Hvað með Kópavogslaug? Já, Það er svo mikið fólk í Kópavogi. Já, það er rómynd. Einhver sem er góð með rennubrautin. Hann er Lágafellslaug, Akureyrarlaug, Kópavogslaug, Laugardalslaug. Ég var mjög eftir með rennubrautir að þú mann síðan að Apalandi, hvað sem þetta er sem að öll afmæli á Íslandi. Ævintýraland. Já, 2014 og 2016. Ég hata Mikið sem ég þar. Mér langar svo mikið að fara þangað. Sko, ég man eftir þar að það voru 2 ónefndir tvíburar Man eftir þeim. sem voru í bekknum hér. Ég held að ég bara lefði áður þessum eftir, sko, en ég stípluði rennubrautina. Já. Settu eitthvað sem það voru svona bátar í rennubrautina. Það settu það svona fyrir, þetta er alveg fyrir stór rennubrautina var þetta. Það fóru í rennubrautina og bara þetta klifra aftur upp þegar fóru þarna. Ég var svo rosalega hræddur, bara það var eitthvað krakkar sem festaði þarna bara. Líka bara þú Það skræfa. festur þarna í heilan klukkutíma inni fyrir rennubrauti. Nei, eftir. Ég veit ekki, þetta var eitthvað mjög skrítið dæmi. Mér langar að leigja Apaland aftur því það var gaman. Af hverju fór þetta haus? Og það engi var að leigja þetta örugglega. Það var öll ámæli í Íslandi voru haldið með því 2 ár. Ég mætti þangað tvisvar. Tvisvar. Ég mætti það öll svona 40 sem. Það var 2 bekkir afmæli allavega. Já. Það var Úlfur með 1. Já. Og sen hitt held ég að vera þarna
Eitthvað stelpa sem löngu hætt. Að tvíburarnir, þeir heldur Voru þeir mámulega þarna? Já. Ok, það var kannski þeir. Örglökkur fræðir líka, sko. Nei. Ég man alltaf mjög vel, ég hans ég var alltaf kannski, fór ekki jafn ofta með myndir, sko. Ég minni alltaf í fór með. Hugmynd, þannig nefnum bara fyrir fullorðna. Já. Svona. Já, það alveg með hugmynd. Það gera eitthvað eins og annað dæmið í kringlunni, en bara fyrir fullorðna. Það væri að því? Já. Ég myndi með þangað. Sko, vegna þess að ég held að það hafi verið Úlfur. Ég var að ræða við hann þetta daginn, eitthvað að það væri að vera að tala að gera svona fyrir fullorðna. Já. Hún finnst það var hræðilega hugmynd. Hann sagði bara þetta er svo heimskulega, af hverju myndi fullorðna vera að fara í svona dæmi, eitthvað. Það er skemmtilegt. Það er bara svo, það sagði eitthvað, það sé bara eitthvað heimst fólk sem þið farið í þetta. Nei. Skrítið að fullorðna fólk sé að fara í þetta. Nei, það eru rennibrautir. Já, ég er alltaf núna sammála, sko. Mér langar að sjá því að einhvern er svo gummaheimil að fara í þetta. Já. Mér langar að sjá einhvern fárlega massaðan kall Það myndið þú sem þóra að borða keks fyrir fram á gummaheimil. Hversu Nei. mikið pening myndir þeirra á? 100.000. Já, hann myndi alveg, Hann myndi bara lúberja mig. þú myndi að nota upp á Landspítala, sko. Já, ekki út af keksinu. Hæ? Og ekki út af keksinu. Nei, að þú veist það er bara út að barði fyrir að borða keks, sko. Já. Já, það er að... Hann er típan til að berja mig fyrir að borða keks. Ég held að hann er örugglega gert það. Hann hefur örugglega gert það. Myrðir viðkomandi jafnvel. Já, kemur ekki mjög orð. Það bara kæmi ekki úr þetta. Nei. Eitthvað ertu sammála gagnrýni hans á keksi? Nei, ég elskar keks. Já. Já, keks er gott, sko. Já. Hann er líka snakk. Segir snakk. Keks er svo gott samt. Enginn þetta bara snakk og... Hann segir að maður bara borða fitness pop. Það er ekki verið nákvæmlega svenlega pop. Nei, það er eitthvað svona, það er ekki olía eða eitthvað. Það er ekki salt og ekki olía. Það er ekki þannig. Ég man ekki, ég kannski smakka þetta, en ég man svo mikið eftir því. Hann segir að maður á að borða það eitthvað fyrir menn segi. Hann hefur áhugaverðar skoðanir á lífinu og tilverunni. Hann að segja það. Það er... Já, en að... Hvað er upp á keksið þetta, myndur? Ég fólk ekki fljótust núna, strax. Ég ætla að segja lúkeks. Lúkeks, hvernig svona... Ég er ekki í 2 ár. Hvernig lúkeks? Það var svona alveg svart. Eða brúnt. Eða þýst... Svona löngu. Já, svona... Þunnu. Já, þunnu. Mér var sem með hvítu í, þetta er best. Ég veit ekki okkur en ég hef ekki fengið lúkeks. Ekki heldur. Ég þarf að fá lúkeks. Ég fekk svona með myndin þarna. Ég fekk þannig fyrir ekki það lengur. Já. Ég fyrir svona hálfa ári. Er það svona lúkeks? Já, það er lúkeks, það er samfyrirtæki. En þegar maður tala um lúkeks, þá talar maður auðvitað um löngu brúnu. Já. Stökku keksin. En þannig að uppáhaldskeks sem eittur, þannig vanilu krimkeks. Vanilu, já, þannig, já. Og líka Tom og Janne keks, það er svo gott. Já, ég man ekki eftir að fengja það alveg. Ég har aldrei fengið Tom og Janne keks. Jó, ég man eftir að fengja það var svona fyrir 5 árum síðan. Já. Ég er bara meira. Já, ég skil Ég það. mér svo skrítið, sko, að 5 ár síðan var 2018. Nei, Jarpundur. Ég veit Það var ekki 2018. Ha? Það var ekki 2018, ég trúi þér ekki. Hvað myndir að halda það? 7 ár síðan. Ekki. 7 ár síðan. Það var 2016. Já. Og ég trúi þér ekki. Ég trúi þér ekki. Nei, bara, mér er svöðast á 18, mér er svöðast á 7 síðan. Já, Ég man eftir, sko, 2018, ég man mjög vel eftir. Það er bara eitt af eftirmennustu árum lífsins, sko. Og bara þessi 5, það er bara hálfur áratur. Uppáhalds árum mitt Ég var vil örugglega ekki 20 samþykkja. Ég myndi að 2022 hafi verið uppáhalds árum mitt. Já. Gott ár. Hvað gerst? Þetta 8. bekkur. Og góði 8. bekkur. 8. bekkur eftir áramót var svo skemmtilegur, afsakið bara. Já. Börkur, þetta. Já, já. 10. bekkar á þeim tíma var ég alveg góður. Þeir eru líka alveg fín í ár. Já. Venjulega bara. 10. bekkar á þeim tíma var æðislega. Síðan er þetta árshátíðin og böllin maður og... Já. Kennararnir var svo skemmtilegir. Já. En það nema ónefndur íslensku kennari sem kennar okkur ekki lengur. Já. Hún var ekkert Svo var það rosaleg. síðan einhverju keeping up eftir hverja dagsins.
Já, þetta var, ég var alveg að gleyma ég að var horfum á að Keep My Kardashians. Og Það hún var svo hætti að sýna leiðinlegir Já, þættir. hún hætti að sýna okkur eftir að það var sena. Eftir ákveðin sena. Ég man ekki eftir þessu senu og Það maður var langar ekki minna sena eftir sem var að kynvæða mat. Þá svona Ég man ekki eftir þessu senu og maður langar ekki Nei, minna eftir ég henni skil alveg, þú vilt ekki minna eftir þessu sena, sko. Ég skil alveg. En sko, meðan það var En síðan er þetta 9. bekkur líka. Mjög góður bara. En sko, meðan líka með skrítið að það er jafn langur tími sem voru 2013 til 2018 og 2018 til 2003. Nei, Það er bara rétt. það er ekki satt. Ég skildi ekki. Jafn langur tími frá 1945 Ég til man 1970. ég man eftir 2013 og mér liður þess að sé bara hálf öld síðan. Alveg, það er jafn langur tími Já, frá sko 1945 til 1950 og er frá 2018 til núna. já, Er ekki bæða? já. En mannstu eftir eitthvað sem gerðist 2013? Ég man ekki svona hverju vann Eurovision það ár. Nei, ég man alveg eftir frekar mörgum frá 2013. Við 2012 þegar er Svíþjóð, er Danmörk sem vinnur 2013. Og bara Síðan Austurríki 2014, bara, síðan Úkraína ég 2015. vil ekki trúa þessu. Nei, Úkraína 2016. Það ekki 2015. Síðan Portugal mann 2017, Ísrael 2018. Hver vinnur 2019, það Það var Holland. Holland, takk. Já, Man eftir sko, Eurovision 2019 var svo gott. já, Það var hatari. Síðan var líka þessi Grikkland. Þeir eru með alveg ágætt lag sko. já. Kýpur líka. Eurovision. En bara, ég held að ég mun aldrei komast yfir það. Hvernig 2013, 2017. Ég hef langur tíma 2013, 2003. Bara, Ég veit ekki, ég svona, mér skrýtnar að hugsa það er jafn mikil tími frá því að við varum 6 ára, nei 5 ára meina ég, 5 ára og við varum 10 ára og 10 ára núna. Ég Já, finnst það það er fáránlegt. mjög skrítið. 5 og 10, það er svo rosalega mikill munur. Já. Við erum yfir 10 ára núna. 10 og 15, það er ekki það mikið. Þá er maður mikið líkari en hvernig maður Ég veit að Ég var á leikskóla. Það er meira millibil að meðan þegar ég var á leikskóla þangað til til 2018 það var meira bil þarna á milli en var því það er jafn mikið bil þarna á milli og frá 2018 og núna. Já, Það er fáránlegt. já. Já, þetta er bara, ég skildi þetta Þannig að krakkar já, sem eru í 5. bekk núna voru á leikskóla 2018. já, vá. Það er rosalegt. Og mér finnst bara mjög stutt síðan við vorum 15 ára. Talaði mikrofonin. Ég man mjög vel eftir og mér líður þess að var ekkert eitthvað mjög langt síðan. Já, Það er bara sannleikurinn, það var mjög langt síðan bara. langt síðan. Það eru 4 ár síðan. Nú erum við búin að missa vitið okkur í svona 5 mínútur yfir því að Já, þetta er bara skrítið, tíma líður. skrítið. Já, Við skrítið ekki svo að vera úr 7. bekk þegar við byrjum með þetta hlaðvarp. já. Hvernig liður þú hefur byrjað með það? 8. Já, þetta var í lok 7. bekk, sko. Þetta var, Já. já, En það talað um 8. bekk. En segja hvað er líka ótrúlega skemmtilega tímabili á 8. bekk. Það fyrstu vikurinn í 8. bekk. já, hann var þetta með skemmt. Ég er bara, hvað segir maður? Ég er bara að reyna að skila matnum, sko. Já, Það var æði. já, þá vorum við að vinna á hana á, hvað, landskjör. Ég man ekki. Já, landskjör. Byrjun 8. bekkjar Já, var 8. bekkjar var ótrúlega skemmtilegur. já. Ég sakna 8. bekkjar. En 9. ekki eitthvað. Þannig 9. bekkjar er alveg frábær. Men hann bara liður svolítið hrætt, sko. Já, Já, við þessu ára á frekar verið svona 3/4 búnir, ekki nokkra vikur. 2 vikur eða eitthvað eftir. já. Hvað mánudag er í dag? Þetta er svo svisti. Ég man eftir einum degi
í Það ágúst. Já, það minna 3 vikur eftir. Sko, ég man eftir einu dag í ágúst, sem var svona eitt af síðustu dagum í ágúst, og ég man mjög vel eftir honum. Það var svona búin það 3 dagar á skólanum. Og bara með liðina svo var svo rosalega stutt síðan. Hvað gerðu við á þessum degi? Ha? Mér líður sem ég man ekki þetta úr sko byrju 9. bekkjar. Nei. En ég kannski allt bara búið að detta saman í þýst. Ég veit ekki. Hvað gerðu þau í byrju 9. bekkjar? Ég man það ekki, sko. Já, þetta er... Það gerðist ekkert. Nei, ég held ekki. Okkur vantar umræðuefni, myndur. Já. Okkur vantar hérna bara umræðuefni. Já. Eitthvað skemmtileg umræðuefni. En veitum, hvað, er eitthvað meira búin að vera í fréttum? Nei, ég held ekki. Veitum, leið maður að segja. Þannig að, það sem helst í fréttum. Bogi Ágústsson, þú ert búin að heyra hvað er í gangi með hann? Nei. Nei, ok. Hvað gerist? Ég veit ekki. Nei. Ég er bara að segja eitthvað, sko. Já. Ég var vonum að ég sé að giska á einhverja frétt og þú er hirt af. Kannski þetta var. Ok. Það er samt allt í rugli með hann með Zelensky. Nú. Nei, ég veit það ekki, sko. Ég er bara ekki, sko. Sjás. Þetta gerir þegar vantar einhvern. Já. Það gerir þegar vantar Úlf, kannski ekki. Þetta gerist ekki þegar vantar mig. Úlf var alltaf að segja, hann er alltaf að ég var að horfa á 40 bíómyndir í hér. Úlf, er þú búin að horfa á einhver bíómyndir? Já. Hvað bíómyndir ertu búin að horfa á? Ég er búin að horfa á myndina Mad Family. Ég var alltaf að segja henni. Nei, ekki heldur fyrir hann nokkur tíma síðan. Ertu búin að horfa á Good Burger? Nei, það er á plani. Hvað er þetta að sjá Good Burger? Ég veit að ég bara á Free Movies. Where can... Já, ég held að þetta sé á Paramount Plus. You watch... En á Good Burger 2, það byrja að taka hann upp. Good Burger. Good Burger. Það byrja að taka upp og ég held að sé núna vera með ís. Pluto, TV, Free TV, Paramount Plus, Roku Channel, Prime, Apple TV. Braski rithöfundur Martin Amis lýsir krabbameina heimili sinni í Florida í Bandaríkjunum á föstudaginn. Okay. Amis er þetta virtustu og umtælustu rithöfundur síðustu 50 ára. Hann er höfundur 14 skáldsagna. Hvíl í friði Martin Amis. Good Burger 2. Hún er í upptökum. Er það núna verkvall handritshöfund í Bandaríkjunum? Aftur? Já. Jesús. Það var síðan 2008 eða eitthvað. Var það ekki fyrir svo... Það var ekki svo stuð síðan. Eitthvað svona lítið verkvært sem gekk síðan ekkert upp. Nei, það var 2007-2008. Það núna eru bara allir sjónvarpsþættir og kvikmyndir í Bandaríkjunum. Eru bara núna að fara í pásu bara. Líka Good Burger 2? Nei, það var búið að skrifa hana. Já, ok, sem betur fyrr. Það eru bara allir sjónvarpsþættir. Allir sjónvarpsþættir sem eru núna í gangi eru núna bara í pásu út af þessu verkefni, þú veist. Bara þau mun ekki halda áfram fyrir verkefni búið, þú veist. Kannski mun þetta gangi í heilt ára þetta verkefni. Hver veit? Hver veit, já. Þannig að þetta er mikið áfall fyrir handritshöfunda í Bandaríkjunum. Good Burger 2. Ég get ekki að segja um Good Burger bara, afsakið. En ert þú að horfa á eitthvað nýtt sitcom? Nei, búin að spila City Skylines upp á síðkastið. Já. Og hann er ókipis núna bara í dag hrindar og ekki morgun. Já. Nei, ég ætla að reyna að nota hana tíma. City Skylines, er það ekki hann að leikar hana? Byggina borgir. Já, ég spila hann svona 2015. Nei, þú gerir ekki að hann kostar. Jú, ég man þetta. Ertu þess að vera ekki SimCity? Jú, það getur þetta. SimCity, hvað er það? Það er nákvæmlegur. Já, það getur þetta. Já, ég man ekki hvað ég gerði á PlayStation. Hvað gerir maður eftir í þessu? Byggja borg. Hvað getur maður gert? Getur maður sett lestir að maður setja fyrir hús eða? Maður sittur svona niður götur. Já. Og sem segir maður svona hérna eiga að vera þýst. Síðan svona dregur maður svona svæði, svona hérna eiga að vera þýst íbúðir og hérna eiga að vera búðir og hérna eiga að vera verksmiðjur. Og þannig að þetta segir þér svona, heyrðu, það er svona mikil eftirspurn eftir hús eða íbúðum. Annars þú maður leikinn Township. Nei. Ég man sko. Það er svona leikur sem er hendaði fyrir börn. Hann er í alveg frekar. Þetta er svona til að byggja borgir. Maður fær svona hús og getur drift alla borgina.
Þetta lítur út fyrir með batalagt. Þetta ég alveg nægt að leikur. Það kíkja. Síðan þetta er nefnilega 12 þessi leikur. Hérna. Já, þessi bara getur okkar síma iPad og svona. Já, en ég, það komið út nefnilega nummer 2, City Skylines 2. Já. En Nei, ég var bara Township, en það komið City Skylines 2 og ég ætla að kaupa hann held ég. Já. Það ég búin að gera svo mikið, að segja hvað. Það núna ég er með borg í City Skylines. Það að búa eitthvað 60.000 manns. Já. Það því risastór miðbær, það flugvöllur, það höfn, það lestarstöð og það það olíuiðnar. Hún heitir Anchorton. Hvar á hann að vera? Með lýsa sig svona North Carolina heila. Já. Á 60.000, það alveg geta það ekki. 60.000, það alveg. Og hvað getur maður bara haldið áfram og þetta komið upp alveg 140 milljónar? Ég held að enginn hefur gert það byrjuð. Cities with, ég held að sé með svona 65.000. Það var svona population. Það álíka stórt og ég fyrir bara hingað ég að reyna að sjá eitthvað, getur talað eitthvað svona. Já, ég ætla að kíkja aftur á hvað í ferðanum með það. Þetta álíka stórt og hvað og Lawrence City árið 1990. Já. Eða allan mannfjölda. Það Lasta Kristersson og Lofa Katrín. Hæ? Fyrir þetta að vissi. Já, anfall. Ég veit ég. Skilur svona 2 ára þarna. Það var og Lofar. Lasta Kristersson og Lofa Katrín. Jú, hvað? Þetta hvað skrifa vel. Lasta Kristersson og Lofa Katrín. Hæ? Þetta að lasta. Þetta að lasta einhverjum sem heitir Kristersson og að Lofa. Ég held að Magnús væri Lasta Kristersson. Já, ég held það líka. Lasta Kristersson og Lofa. Já, Vá. Ég skil þetta var Betur leið til að orða þetta, hefur glemt hver. Já, örugglega. Lofa Katrínu og Lasta Kristersson. Það var náttúrulega líka fyrir þetta. En allavega, af hverju horfðu þú ekki á Seinfeld? Það er Netflix. Já, það er Netflix. Já, og þetta er hana. Þú ert náttúrulega mikið Seinfeld á hana. Já, ég er ekki búin að horfa á Seinfeld mjög lengi. Nei. En þú veist, hvað hefur hort á alla þetta? Ekki alltaf þetta, nei. Aðal segir í 3. Bara serið 3. Aðalega. Ég hef glemt eitthvað en ég man ekki eftir. Já. Ég er ekki búin að horfa svo lengi á Seinfeld. Já. Já, ég horfði alltaf þetta í fyrra. Miðvikudagur. Já. Það er næst þáttur. Já, það er þáttur þar sem að þeir þykja svolítið næstastar. Já. Fólksvega. Þá líka þáttur þar sem að Kramer og Osama bin Laden verða bestu vinnir. Nei. Já. Nei. Já. Og lígur. Það var það. Lígur er hundur. Það ég ætla að leiða þessu þáttur. Ha? Er óviðandi þessu þáttur? Já, það er óviðandi. Já. Og Netflix myndi taka hann út. Ég veit það bara. Já. Ég tók út þátt og það var einu sinni gert blackface í community. Já. Já, af hverju er það svo mikið blackface í sitcom í Bandaríkjunum? Ekki. Veist, það er eitthvað, það er eitthvað 20 þættir á alveg sanninu fyrir Adelphia sem voru með blackface, sko. Var það í gríni því að gera grína fólki sem gera blackface og... Ég veit það ekki, sko. Og líka þættin með 30 Rock og líka með eitthvað 4 þættir með blackface. Og Scrubs þættin, ég held að þessu líka með eitthvað 2 þættir sem voru með blackface. Þú tekur Scrubs með blackface? Og The Office var líka með þetta með blackface, sko. Þú varst nú líkur þú. Nei, þú voru með þetta með blackface, en þetta var, þú veist, þetta var eitthvað svona 15 sekundar sena sem var með blackface, þetta var eitthvað kvættaðan út á Netflix. En ég var með Office var með blackface hérna. Ég veit ekki hvað... Þetta hlýtur að hafa að gera grína fólki sem gera blackface. Já, já, The Office var grína fólki með blackface, sko. Já, en Scrubs, þeim... Þetta er lækna þáttur.
Í hvaða tilfell? Ég veit sko með 30 Rock að það gera blackface. Það var eitthvað svona, eitthvað þáttur eitthvað sem eitthvað kona var að þykja sér eitthvað svartur maður. Chris úr Family Guy gerði svona blackface. Já, hann var að þykja sér Bill Cosby. Já. Og það, bara að fara að cancela lóna því. Nei, ég var að segja því. Já, þetta er náttúrulega teiknumynd. Ég er að segja sko að blackface er aðeins meira skiljanlegt þegar er viljandi verið að sína hvað að er vont en samt. Mér finnst svolítið ekki að þetta taka þetta af streymisveitum. Blackface er ekki góð hlutir. Ég hlutlaus í þessu út af því ég veit ekki nógu þetta. Ég skil það eiginlega en samt ég veit ekki, mér fannst bara ég þarf bara að læra meira þetta. Ég veit ekki, geta ekki sett bara svona skilaboð í byrjun og þetta var rangt og þetta er gamalt efni og þetta var, þú veist, í samfélag bara það má enginn sjá þetta. Það er bara eins og var Community það tóku burt eitthvað seríu 2 þátt 14 eitthvað og þau með þess að lét ekki vita að hann var í farin því að þú veist, næsti þáttur hann var bara þáttur 14. Já. Þannig að það var bara þáttur og það meira það kom annar þáttur seinna sem nefndi þennan þátt og beðið mjög mikið upp. Já, þetta er bara skrítið og ruglun, þetta er bara hætti þess. Bara, ég veit ekki, þetta er bara, þú veist, þetta var rátt auðvitað, en það þarf svona ekki að láta bara eins og þetta hafði vel gerst. Já. Þannig að ég veit ekki, ég er ekki, mér finnst þetta vera aðeins sengjandara með það. Ég reyna bara að hérna Netflix klippti mjög mikið út af Community, sko. Já. Sem, eins og í pælaþættinu, hann var mjög stuttur á Netflix. Já. Út af því að ef styttir en hinn útgáfan út að það var svona mikið klippt út. Já. Það var bara alveg að stytta því það að við þurfum að enda þáttinn. Já. Vá. Við erum búin að tala í 56 mínútur og núna 55 sekundur. Bráða. En svo með Family Guy að bara Disney Plus bara cuttar út svo 90% af öllu. Já, það er svo rosalega mikið Family Guy sem svona er svona sem Fox segir að sé eitthvað móðgandi og umdeilt, já. Þeir náttúrulega fara mjög oft verið strikið. Og þau bara, þú veist, náttúrulega alltaf þegar það er eitthvað blótserið sem er mjög oft þá náttúrulega, þú veist, bípaður yfir það. Katta líka út mikið að sena sem er eitthvað óviðandi. Þættir eru mikið styttri. Það er mjög svo bannað, þú veist, það var eitt þátt sem bara banniði bara í burtu. Bara, það var umdeildur og bara, ég hef meðans bara fólk vera aðeins og bara... Ég ætla ekki að tala þetta um þetta. Nei. Það kom eitthvað aðeins svona skemmtilega um Já, sem tala um eitthvað, ég lókin ég mætu Makarón Lítla Makarónan okkar Konan hans, er hún ekki áttur eða eitthvað? Ég veit ekki Hann fór á Þingvelli Konan hans er áttur eða okay. Hann fór á Þingvelli Já. Og á Þingvöllum, Arnur, hefur þú farið á Þingvelli? Já. Þú hefur farið á Þingvelli Oft Sko, ég hef ekki það farið á Þingvelli Ég veit ekki hvað það er. Það var aldrei ekkert eitthvað. Vel ég aldrei farið í... Það sýnir þetta að... Ég ætla að segja eitthvað. Mér finnst þetta bara... Hvað finnst þér Suðurland? Suðurland? Það er bara... Ágætt. En Austurland er betra. Austurland? Það er svo gott að vera Austurland. Það er gott að vera Austurland en síst. Það er gott... Það er... Hvað með Norðurland? Norðurland, ég er ekkert á móti Norðurland. Það er gott að vera á Norðurlandi. Ekki á veðina. Ekki heldur á Austurlandi, Armundur. Nei. En það er alveg sérstaklega langt á Norðurlandi, veðina. Það þekktur það. Eftir hvað á Norðurlandi síst? Akureyri, það er ekki. Síst Ólafsfjörður, þá verður það alveg rosalegt. Já. Ólafsfjörður síst. Já, ég get aldrei minni hvað sem það heitir. Guluhúsin. Gulhús? Það er gulhús. Frekar nýlag, en lít út fyrir mjög gulhús. Hvað er þetta ykkur bæ? Hótel, þetta er mjög norðanlega. Þetta er... Þau keyrir upp Eyjafjörð, keyrir norður, framhjá Dalvík. Já, ég veit ekki alveg sko. Ég get ekki með nota. En sko, með eins og sumar 2006, þá var ég í Atlavík. Sem er bara beintilegin á Eilsum. Og sumar 2006, það var mjög gott veður, sérstaklega Íslandi. Það var einn dagur sem að það var svona örgulega svona 25 gráði eða eitthvað. Og bara... Siglufjörður.
Siglufjörður. Ég er Siglufjörð. Og mér leið bara þess að vera erlendis frá. Og bara, það er bara eitthvað missast að Ísland. Það er bara, það er svo gott að vera þetta samlega. Ég bara get ekki, ég get ekki, þeir eru enda sko, eða svona oft tala mér mest vinstri sinnuð. Já. Ég fyrir auðvitað þetta höfuborgarsvæði. Já, síðan alltaf eitthvað fólk sem vil líka að Ísland verði sitt eigin land. Já, það er líka bara fáránlegt. Já, ég veit ég alveg. Það er svo ljúft líka á korti, bara það að sjá Ísland bara svona skipt í tvennt bara. Já. Veist, það er bara, bara svo skrítið. Og heyrjá. Hættum það. En þannig að ég nefnilega þarf að segja, ég var enda að hugsa í dag. Ég held að ég get nefnt Nes á öllum landslutunum. Þýst, það er auðvitað Reykjanes, svo ég þarf ekki að nefna Nes þar. Árnes á Suðurlandi, Munaðarnes á Vestfjörðum, Borgarnes á Vesturlandi, á Norðurlandi, Hauganes, en ég get ekki nefnt neitt á Austurlandi. Já. Þýst. En við þurfum að þetta. Við viljum taka fyrir okkur hérna. Já, við erum á samfélagsmiðlum. Takk fyrir okkur. Og við erum á samfélagsmiðlum, alls því, þið veitum hvað ég ætla að segja. Já. Takk Breki fyrir að styðja okkur. Já. Takk fyrir okkur, bara sjáum ykkur vonandi næsta sunnudag. Já. Bye, í bili. Heimst, þið sjá okkur í. Já. Heimst, næsta sunnudag, verið sæl.